Þetta var alveg smá svona hvernig á að gera þetta. Þetta alveg búið að taka smá tíma og við erum alveg með sér manneski í þessu sem bara fyll inn og skoða matseðla og svo náttúrulega nýjasta útgáfan af kerfinu, þá kemur næringagildi með sem að ég var mjög hrifinn af. Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarpsþátt Iðunnar fræðsluseturs Augnablik í iðnaði. Ég heiti Sæbjörg Guðmundsdóttir og stjórnandi þessa þáttar. Í dag ætlum við að fræðast hvernig kokkarnir veisluþjónusta að taka inn mataspori hjá sér. En matasporið þjónustuvegur fyrir mötuneyti og matsölustaði þar sem á reikna út og bera saman kolefnisspor mismunandi máltíða rétta. Það svo sett í samhengi við það hversu langt fólksbíl þyrfti að aka til að losa sama magn gróðurhúsalofttegunda. Hann Rúnar Gíslason, matreiðslumeistari, sestur hjá mér. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Kokkarnir veisluþjónusta. Hverju eru þið að sinna? Við erum á mörgum stöðum í þjóðfélaginu. Við erum náttúrulega svona stór faktor hjá okkur við erum að þjónusta mörg fyrirtæki og stofnanir með hádegismat. Og það svona það sem að fólk sé kannski helst að geti, að spá í matasporinu. Það kannski að minna spá í það þegar það að borða veislumat. En við erum að byrja núna á að taka það inn þar í hádegismatnum hjá okkur. Og við erum með líka veitingastæði sem heitir Spíran og svo erum við að framleiða svolítið af vörum fyrir stórmarkaði fyrir jólin og inn í því svona deild sem að selja mikið af gjafakössum til fyrirtækja í jólagjafir og svona. Það mikið af vörum sem framleiðin fyrir það en náttúrulega svo erum við bara stóri í veislun líka. Hvernig byrjuðu kokkarnir veisluþjónusta? Byrjaði svona bara út frá þessu. Fyrsti reksturinn minn var að búið mötuneyti stöða 2, 98 til 2002 og í raun og veru bara fór ég í það að búið til kokkana út frá því. Þá byrjaði svona hádegisverðarþjónusta, setti upp litla fiskvinnslu með þessu og svo bara var kokkarnir. Þannig að það svona byrjar og svo bara kemur þetta alltaf utan á þetta. Bara stekkar aðeins og stekka pínu og svo smá breyting og bætinu veitingastað og þetta bara svona, þetta svolítið eins og lítið Lego-kubaland sko. En hvað eru þið stort fyrirtæki? Hvað eru margir starfsmenn hjá okkur? Sko, það náttúrulega mikið af fólki í hlutastarfi. En það eru svona 55 til 8 sem að fá útborgað þó að kannski stór hluti sé hlutastarfsfólk, skilur, eins og í Spírunni þegar fólk að koma inn helgar og það að koma inn á kvöldin, það að koma inn helgar í veislunum, þannig að það alveg og svo náttúrulega svolítið svona verktökum í þjónustu og svona. Þannig að þetta alveg slatt af fólki. Þetta nokkuð stórt. Já, bara þokkalegt. Já, en af hverju það að taka þetta inn núna hjá okkur, hjá kokkunum? Sko, það nú bara margar ástæður. Það bara til dæmis eitt að þá hefur verið ákveðin þrýstingu frá bara eins og Reykjavíkurborg. Þegar við sáum þetta raun og veru fyrst bara þegar að útboð skal koma þar fyrir 3 árum síðan. Og þá fórum við að velta þessu fyrir okkur og þá fórum við að skoða þetta. Nú með þessu síðan fylgdist ég með þættinum kjötætur óskast. Fannst það mjög skemmtilegt og sjá mismunandi kontrasta þar, annars bara hardcore bara fólk sem borðaði bara lifur, bara hráu upp dós bara á sveitabæ eða bara veganista, hvernig sem það var og það var gaman að sjá þetta, skilur við. Þannig að ég hafði mjög gaman að því til dæmis og svo bara vorum við í sambandi við Sigur þannig á Eflu og þetta bara svolítið áhugavert efni og náttúrulega bara við þurfum að byrja einhvers staðar. Við erum ekki að segja þetta sé algjörlega fullkomið en þetta einhver byrjun sem við þurfum að fara að hugsa hvað við ætlum að gera. Klárlega. En þið eru að einblýtna núna fyrst á fyrirtækjaþjónustuna? Já, við erum byrjuð þar og það svona fyrsta skrefið. Þetta var alveg smá svona hvernig á að gera þetta. Þetta alveg búið að taka smá tíma og við erum alveg með sér manneski í þessu sem bara fyll inn og skoða matseðla og svo náttúrulega nýjasta útgáfan af kerfinu þá kemur næringagildi með sem að ég var mjög hrifinn af og það bara, þetta eru svona hluti sem hún skoðar í hádeginu, auðvitað náttúrulega á einhverjum tímapunkti fer þetta kannski líki í veislur og slíkt en ég held aðalega fólk að velta þessu fyrir sig svona það sem að borða sem sína fæðu
út kannski minnaspóið þegar þú stendur í kóktelbóði og ert kampaðisklafins í annari og snýttu í hinni, þú ert ekki alveg að spá í gáðu þarft að labba langt heim. Nei, nákvæmlega, en þetta svona þar sem að þessi hádegismatur og þessi dagsdaglegi. Já, þessi dagsdaglegi rekstur. Já. Og jú, við reiknum svo sem með því að taka þetta áfram, bara svona segja alveg svo að þetta bara, mér finnst þetta mjög jákvætt og þetta líka það eru líka þessi faktor eins og með næringagildi og bara hvernig makrósin og allt þetta, þannig að við bara því betra sem þetta kerfi verður því meiri áhuga hefur maður á að nota. Algjörlega, þetta var mjög áhugavert einmitt að sjá að næringagildið kemur með bara automatist og rosalega, hendar mörgum rosalega vel og sérstaklega náttúrulega makrósi líka en þið ætlið að taka þetta inn í veitingaþjónustuna á einhverjum tímapunkti svona, þannig að það sé hægt að sjá svona þegar maður kannski að versla í eitt stykki veislu að þá geti séð kolefnissporið mitt af veislunni. Já. Það bara, og hvort sem fólk hefur bara gaman að sjá það eða hvort það ætlar út að skokka, það bara verður svo komið ljós sko. Já, nú hjólum við bara í vinnuna. Já, það bara mjög sniðugt. En af hverju taka þetta inn? Er þetta umhverfis sjónamið? Já, þetta bara alveg eins og þegar við byrjuðum að flokka bara rusl fyrst. Ég er búin að vera það lengi í svo að flokkun og rusli var ekki top of mind hjá fólki þegar við byrjuðum. Bara getum alveg nefnt það þannig. En nú er þetta bara sjálfsagður hlutur og allir leggja metnaðinn í að flokka ruslið sitt sem ógeðslega gaman og það er svo gaman að vita að þú tekur plast utan á stóru bretti og þú veist að fer kannski í kókflösku líka. Æðislegt að vita. Ég var ekki að hugsa svona 98 þegar ég var að byrja. Þannig að nú er bara komin öðruvísu hugsunaháttur og við erum klárlega á einhverju byrjun sem þetta er ekki endalegt projekt, ég hef ekki trúið því, ég held að eftir að koma miklu meira inn í þetta og ég segi bara, við höfum gaman að þessu núna, og fullt af fólki sem hefur gaman að sjá hvert kolefnisspor máltíðarinn en ég meina það getur þó bara séð í hádeginu, það getur ekki séð á kvöldin þannig að bara ábyggilega getur að verið þannig að þegar þú fer út í búð í framtíðinu þá getur þú farið inn á neti og séð hjá Ali eða hver sem þú ert að kaupa og þú kaupir einhvers konar tilbúna máltíð eða það bara stendur hennilega á eða 1944 eða hvað, bara kolefnisspor máltíðarinn, hvað er það? Því að þeir eru með næringarinnihald og allt svoleiðis það er náttúrulega bara skylda fyrir neytendur í búðum þannig að ég held að þetta sé næsta sem kemur á umbúður. Já, þetta er byrjunin á mjög jákvæðri þróun. Já, klálega. En hvernig gengur hjá ykkur að taka inn? Hvað eru kostir og gallar sem þið finnir fyrir? Sko, þetta er náttúrulega bara pínuvinna. Það er bara eins og með allt. Við erum komin út úr grunnvinnunni, við erum búin að setja okkur inn í verkið og núna erum við bara að fylla inn. Því við náttúrulega, sko, á hverjum degi erum við náttúrulega með, þú veist, það er aðalettur sem annarkvort kjöt eða fiskur, svo erum við með vegan rétt og þeir sem geta valið fleiri rétti hjá okkur, það eru sumir í því og þá geta þeir valið sérrétt og svo þannig að fólk getur valið 4 rétti og þau getur rétt ímyndar allt hráefnið fyrir hvern dag þegar þú búið til sko, fyrir 4 rétti og svo all innihaldsefni fyrir þessa rétti, þau getur rétt ímyndar hvað bara lengi að þessu þannig að þetta er fullt af vinnu og svo gengur þetta upp á cirka 12 vikum þannig að þau getur rétt ímyndar hvað er búið að setja mörg högg í þegar að búið með 12 vikur af 5 dögum og 4 réttir á dag. Það er hellingsvinna. Það er hellingsvinna. En þið sjáuð kostina við þetta? Já, og bara, sko, kosturinn er náttúrulega, þetta er þjónustu faktor. Þetta er þjónusta við viðskiptavinni, að hann geti tekið upplýstari ákvarðanir það sem hann er að borða. Hvort sem það hefur næringarlegs eðlis eða kolefnisspori eða hvað sem hún vilt velja í þessu máli. Þannig að það kostin þetta er bara þróun á okkar hvað maður að segja bara áhuga fólks að vita hvað það er að borða og láta ofan í sig og það er alveg eins og með fyrir einhverjum árum þá var ekki næringainnihald, þú gast verið að fá kjúkling og þú vissir ekki hvort hann var salt og sykursprautaður eða hvort hann var alveg hreinn og auðvitað vilja neytendur vita það hvort það sé búið að setja eitthvað annað í matinn sinn heldur en á að vera eða hvað það er sem heldur og sért að kaupa
þannig að þetta bara upplýst umræða. Algjörlega. Þetta já, bara nauðsynlegt. En hvað finnst þér að sjá kolefnisspori sem við erum að skilja eftir í okkar mat? Sjá þetta svona svart á hvítu? Já. Ég verð að viðurkenna að þetta ekki gott fyrir mig sem kjötneytanda. ég ekki að segja ég borði nautakjöt alla daga en ég viðurkenni það að ég fæ örlítið meira samvinskupið helgar ef ég fæ mér eitthvað gott. Þannig að fiskurinn og veganir hljóma vel og enda maður bara ég segi fyrir mig og í kringum mig. Ég borða miklu meira grænmeti núna heldur en ég gerði fyrir 20 árum. Hlutfall matar eins og mér og það bara almennt séð held ég fólk að við erum ekki einslit eins og við vorum. Bjúum uppstú og kartöflu það náttúrulega, það ekki mikið grænmeti í því þó að séu græna niður svona baunir eða hvernig sem það en það bara, fólk kannski borða bjúu einu svona ári í dag versus 10 svona ári fyrir 30 árum skilur. Þannig að við erum klárlega að gera betur heldur en við vorum að gera og með alla þessa innlendu framleiðslu af grænmeti og bara hjálpar það mjög mikið til sérstaklega í kolefnisfótsporinu. Algjörlega. En mun þetta hafa áhrif á hvernig að nálgast hráefni núna í framtíðinni eins og kjöt og mjólkurvörur og grænmeti? Hefur þetta einhver áhrif á? Nei, ég verði eiginlega svara í neytandi vegna þess að við höfum alltaf einblítt á að fá íslenskt það sem við höfum geta, bara alltaf. Þannig að það bara eitthvað sem löngu innprentað í okkur kokkana að maður reynir að nýta það sem til hérna heima. Þannig að ég verð að svara því neytandi við erum að kaupa eins og agúrkur og tómata og allt þetta sem maður getur fengið og allt salat og allt slíkt, við erum hvort að kaupa þetta allt hérna heima. Þannig að lambakjöt, allt hérna heima. Þannig að það þá einhverða nauti og einhverða svíni og einhverða kjúkling. Kartöflur, ég meina rosalega stór hluta kartöflum kemur hérna heima. Þannig að það rosa mikið af innlendu vörur sem við notum í okkar framleiðslu. Og náttúrulega allar mjólkurvörur. Já, allar mjólkurvörur. Það náttúrulega frábært. En það eins og það talar grænmetið og svona, þið reynið að taka svona það sem í boði með kjötinu og þetta og nýta það sem hægt hérna heima. Við höfum gert það og meiri segja hefur að verið þannig á tímabili þá vorum við að fá beint rétt í flúðum, þá var hún mánu ekki hvað hún heiti núna, hún var mikið í gulrótaræktin og við vorum alltaf að fá á sumrin beint frá henni sem var mjög gaman. En þetta erfiðar í dag og flutningurinn dýr, þannig að það oft erfitt að reyna að fara fram hjá sölufélaginu í þessum hlutum. Það erfitt að þetta smádæmi of dýrt í flutningi. Já. Það að segjast eins og þess. Já. En hvað finnst starfsfólkinu ykkur þetta? Matasporið? Matasporið, svona megnið af fólkinu kannski ekki að spá í því. Nei. En þeir sem hafa verið að taka þátt í þessu verkefni, þetta hefur verið bara mjög skemmtileg innleiðing. Við verðum bara að segja alveg svo og það voðalega gaman þegar komið ný réttur á skjáin að stundu reiknaði maður ekki alveg með því. Ég viðurkenni það bara að sjá steiktar kjötfarsbólur við hliðin á vegan vefjunni, það ekki rosalega skemmtilegt. Því bollunar eru góðar en það eru sturlaðar í samanburði við þetta kannski, grænmetisvefja kannski 30% af steiktum kjötbólum, Já, þetta svolítið sjokkerandi að sjá þetta svona svart og hvítu. Þannig að þetta mjög gaman að sjá þetta koma nýja, þegar kemur matseðill dagsins að búið að gera nýtt inn, þá þetta mjög gaman og þetta svona nýtt, en ég sé þetta svolítið fyrir mér eins og nýtt dót. Þetta alveg gaman fyrstu vikunar, svo kannski fer þetta bara í einhvern automata. Já, svo venst þessu bara. Já. En þetta að hafa fleiri áhrif innan fyrirtækisins að verða umhverfisveitinni á svona fleiri stöðum sem þið sáuð ekki fyrir? Þetta ít ykkur í ykkur fleiri áttir? Við erum það aðalega kannski eins og við vorum svolítið mikið komnir í eins og
allt það sem að kemur tilbaka, það sem við erum að henda og svona. Þannig að við höfum alltaf verið meðvitaður það og það hefur líka með rekstrarleg gildi að gera. Að þú vilt ekki vera að henda miklu. Þannig að það alltaf undir mjög ströngu eftirliti hjá okkur og það mun ekki breytast með þessu forriti en hjálpar okkur að halda utan á það betur? Já, klárlega. Þannig að það er mjög skemmtilegt að sjá. Já. Og líka nákvæma tölur og svona. Algjörlega, þetta kemur náttúrulega mjög nákvæmt fram. Og svo þeir sem hafa verið að taka eins og það er hægt að fá viðbót við þetta kerfi þar sem sölukerfið tengt við, þannig að þá kemur fjöldi starfsmanna strax og þegar vigtað úr ruslinu og þá er vita hvað er mikið nákvæmlega. Mun þetta tegja sig inn í fleiri anga fyrirtækisins, inn í eins og spíruna og veist þetta sem þeir eru að fara með klárlega, á endan. Í búðir. Já. Eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvenær þetta verður komið fyrir svona allavega kröfur í búðabransanum og þessir smásölu en við erum algjörlega þá muni þetta einhverju tímapunkti vera fyrir spíruna því að náttúrulega spíran er heilsu þengjandi veitingastæður þar sem er verið að vinna með hráefni þar sem að hveiti og sykur er ekki notaðnum og sért að borða köku þannig að við erum nú þegar þar með spíruna en spurningin hvort að við förum eins og við höfum mikið verið að skoða þetta með makrósið höfum svolítið verið að bíða eftir þessu að þetta komi inn þarna þannig að já, ég held að spíran á mjög stutt í land eftir að detti í þetta. Já, frábært. En finnst þér þetta orðin samfélagsskild okkar allra, að við séum meðvituð núna neyslu og getum sýnt henni og getum stýrt henni sem sagt með aukinni upplýsingagjöf eins og þessari? Já, ég held að skyldan er klárlega komin. Við þurfum að sýna meiri samfélagslega ábyrgð. Auðveldar þetta okkur verkið? Klárlega. Vegna þess að þú hefur ekki haft neinn tól til að sjá hvert þitt spor er áður en þú hefur það þarna. Algjörlega. En heldur þetta geti breytt neysluminsturinn okkar núna til eins betra? Án vafa. Já. Það er ekki allur hópurinn en það er ákveðin hópur. Já. Og ég er ekki vissum að þessi stór núna en hann er til staðar. Og ég held alveg svo með bara hvernig til dæmis vegan umræðan og vegan hópurinn hann hefur bara stækkað rosa mikið undanfarið og ég er nú bara búin að vera það lengi í þess að þegar kom vegan fólk þar sem ég var að læra í gamla dag upp á Holti 1990 til 93 þá var bara paprika fyllt með grónum og einhverju, það þótti bara hæfilegu vegan matur. Það er 0 prótein í þessu og þú veist, næringagildi var ekki einu sinni upphugsað. Menn voru með héldu í alvöru talað að fólk vildi bara einhvers konar bakaða papriku en þetta fólk þarf náttúrulega bara prótein í næringurinn sína alveg eins og við sem erum ekki vegan sko. Þannig að það var ekki verið að hugsa fyrir því á þessum tíma. Það var þetta var allt öðruvísi bara hugsun. En nú er hún mjög breytt. Þannig að þetta við munum vonandi breytast smátt og smátt til eins betra í neyslu og vera meðvitaðri. Já, vegna þess að ef þú hugsar þetta bara einfaldamáta, bara alveg svo veganið. Hvernig var staðan á vegan árið 2000? Ég held að við séum bara sama stað. Við erum á einhvers konar byrjunapunkti og eftir 20 ár þá munum við sennilega hlæja eða hvernig það var 2015. Án vafa. Algjörlega. Takk fyrir þennan fróðleik, Rúnar. Takk fyrir að koma til okkar. Bara mínir ánægjan. Takk fyrir.